Það ska-kvartettinn Kátir voru karlar sem heilsa ykkur hérna í hlaðfréttum á þessum fallega degi. Voðalega erst þú orðin þroskaður í tónlist allt í hennu. Hvenær hef ég verið óþroskaður í tónlist? Ég sagði aldrei að vera óþroskaður, en Þú sagðir að ég var allt í núna þroskaður, það gefur til kynna að ég hafa einhvern verið óþroskaður. nei, bara svona venjulega þroskaður, skilur við. Venjulega þroskaður. Hvaðan kemur þetta? Hvaða Þetta er mani er í gangi núna? Hlusta aðeins. Frostigt fáran söng og gítarspil. Þetta er geðið lag sko, þetta er sem sagt lagið Umbarassa Heitir það Umbarassa? með ska-kvartettnum. Þetta er ungvest þjóðlag sem er búið að Já. henda yfir í íslenskan búning. Nei, bara gott lag sko. Já, við sitjum hérna á þessum fína föstudegi þar sem að þú ert með Monster, ég er enda líka með Monster og ég byrjaði að borða súkkulaði poppi frá Nóa. Ég held bara sko þetta er búið að rjúka út þessi vara. Já, þú ert ánægð með hana. Ég er gríðalega ánægð með þessa vöru. Það er bara skiptir máli sko. Já, þú ert líka ánægð með hana. Já, ég er hérna, ég er meira samt fyrir Nóa-kroppið, ég er alveg heiðalegur. Þú mátt vera heiðalegur, það er bara svoleiðis. Ég held sko að ég sé búin að borða, nú er ég ekki að reyna að fyndin eða ígjaðinni, ég er búin að borða svona 5 póka í hver einustu viku sem þetta kom út. Já, það er gott. Það er Mér bara finnst gott. þetta að ég er ofta ekki hrifinn af þessu bragði sko, en það er eitthvað við þetta. Það er líka áferðin á þessu nýja Nóa-kroppi sem ég fíla sko, það er bíókroppi. Já, áferðin, þú ert ánægð með áferðina. Já, svolítið skrítið þegar maður er búin að borða rosalega mikið af þessu að svissa svo yfir í bara klassíska Nóa-kroppið. Það er allt öðru sig, þú veist, það er miklu minna sko. Mér dreymdi martröðinótt. Já, þú ætlaðir að geyma það að segja mér frá henni ándur komum saman hérna. Já. Segðu mér, varst það að drepa einhvern? Nei, mér dreymir aldrei svoleiðis vitið sko. En þetta var mjög skrítið sko, ég bað Sveppa að passa Magnu litlu. Og Og hann draf hana? nei, er ekki alltaf leið með þig? Nei, og hvað? Nei, og svo bara passa hann hana og þetta var nætupössun. Og svo komum við bara morgunin eftir og þá lá Sveppi bara í stígagangi bara. Sofandi, Hvar? heima. Hjá sér? Nei, Þínum? já, Hann drukkinu það? nei, eða þú veist, ég veit það ekki, hann var bara sofandi. Væntir að drukkinu út á stigagangi. Sefur það ekkert bara, þetta var að Já, sofa hérna. það var allavega ekki upplifun mín endilega að hann væri drukkin sko, en hún alltaf, ég fór inn skilur og þá var hún bara grenjandi og búin að vera vakandi heil lengi í rúminu og Sveppi bara frammi sofandi á ganginum. Sko já, Þetta var martröð, ég vaknaði bara Þetta var, Hvar er hún? Hvar er hún? Þetta var ekki draumur, þetta var martröður. dreymir maður ekki martraðir það? Jú, en ekki draumur er eitthvað svona fallegt, skiljum, Jákvætt. mér dreymdi að ég hef unnið í lottónu, Já, en ég já, martraðaði að Sveppi var að passa barnið mitt. Ekki það er hann honum er treystandi fyrir því skilur en þetta var bara draumur skilur eða martröð, já. Ég ætlaði að bæta það við, sko, ég myndi alveg treysta Írisi og Sveppa að vera með hérna Deig, til dæmis einu nótt eða eitthvað. Ég er ekki viss að Eysteinn eða Katrín myndir nenna því, en þau eru ógeðslega badgóð, ógeðslega flott. Já, og það er bara vanir foreldrar. Og krakkarnir þeirra eru ógeðslega flotti krakkar. Er einhverju sem myndir síður treysta í Í barnapössu? þessari kreðsu. Nei, bara almennt séð. Ef ég þurfti að velja strákana sem voru með mér í draumnum til þess að passa, segjum það, þá ég þurfti bara að velja einhvern, ég myndi byrja að tjekka á Írisi og Sveppa, svo myndi ég örugglega að tjekka á Rakel og Edda, svo Sigrúnu og Steinda, ég myndi enda á Pétri, sko. Ég held að Pétur myndi ekki nenna því. Já, Það var erfasta símtalið, sko. Já, en hann myndi, ef hann myndi svo taka að sér þá myndi hann gera það vel sko. Pétur? Passa barn? Heldur það? Já. Ég held að hann myndi leika við barnið mjög mikið. Konas myndi gera það mjög vel, en ég veit ekki um Pétur, sko. Myndi hann ekki dett út og bara eitthvað Nei. leika út kött Það og... er allt í lagi. Hann myndi eisa það. Leika kött. Steindi var mjög flottur í, en ég held sko náttúrulega Öddi býr hliðin á mér. Það var svona þægilegast að fara með barnið þangað. En er einhver bara svona almennt síðan sem hún bara treystir ekki? Þú veist, bara... Mér finnst það góður sko mæli hverið á hvort maður treysti fólki yfir höfuð. Myndirðu láta hann eða hann að passa barnið þitt, sko. Ég hugsa þetta oft, sko. Já. Hugsa þetta eitthvað svona, djúvel myndi ég ekki láta þennan mann eða þessa konu passa barnið. Eins og nýja borgarmeirihlutin, nýja borgarstjórnin, Já. Hildur Björg Einar. Passa hann það?
hver væri, myndur velja nummer 1? Fyrsta ræð myndi ég treysta þeim öllum af því Já, bara, það verður velja fyrsta kost. já, má ég ekki hafa inngang af þessu Jú. Treysta þeim öllum, sko Ég þekki Björgu náttúrulega mest af því við höfum unnið mikið með henni þannig að það væri auðveldast, hún líka býr nálægt mér þannig að Bjöllan færi bara í lang fyrsta sæti Einar og Milla, ég þekki þau eiginlega meira heldur en Hildi og mannin hennar ég veit ekki sem hvað mannin hennar heitir hennar Hildar, sko Nei, Jón. Já, ég þekki hann ekki mikið en ég hef hitt hann og hann er frábær en já, ég myndi Bjöllan væri bara í lang efsta sæti Af því hún býr nálægt þér það? Nei, bara því mér þykir mjög vænt hana og Þekkir hana best, höfum unnið með henni og bara frábær kona svo var það Einar og Milla þau eru líka frábær en þekki bara aðeins minna en Björgu og svo var ég Hildur í neðsta sæti borgarstjórn í næsta sæti en ég myndi samt alveg treystinni hafandi sagt að Já, en síst af þeim þremur já, hún síst af þeim þremur en það er bara því að ég hef minnst verið í kringum hana það var skrýtnast að ringja eitthvað Hildur getur verið með deg í kvöld ég er að fór að borða það, skilur Já, hún myndi samt taka þig vel bara ég veit það Hún ekki býr held ég best, hún býr á Einimelunum sko, í glæsilu húsi Bjöllan býr líka í glæsilegu húsi og Einar ekki jú, þau búa öll í Ég veit flottum ekki húsum hvað sko. Einar býr Jú, Vala hefur stundum verið að fara þangað í partí Já, ok það er eitthvað svona skvísupartí hjá Millu sko. Já, þannig að Bjöllan myndi taka þetta Ég er svona nokkuð sammála sko eða ég myndi samt setja Einar í síðasta sæti en talandum þess að hennan meirhluta var ekki smá kjánalegt að vera að halda eitthvað í Viðey Nei, er það ekki bara merkilegu staður, skilur já, það er samt eitthvað svona verið í Viðey okkur voruð ekki bara einhverstaðar Hvað? framheimilinu eða eitthvað Já, þetta er svona, sko, borgarmeirhluta gerir þetta stundum, ég meina eins og mannski þegar Jón Gnarr og Dagur voru saman, þá var það upp á einhverju blokk í Breiðholtinu já, það var svona eitthvað töff að vera upp á Æsufellinu eða hvað það heiti sko. Svo hefur þetta verið gert víðast hvar sko en það er náttúrulega Viðeyjar stjórnin var eins og það var Jón Baldvin og Kó í gamla daga það var svona moment kannski þetta ekkert kjánalegt þannig að þau eru kannski eitthvað svona referensa í það en það er svolítið fyndið að þau eru eitthvað að fara í bát já, það er svo mikið vesen fá fjölmiðla með þangað eitthvað og þau burðast með alla myndavelnar og draslið þau er lapp eitthvað okay. Já, það hefur ákveðin meiri hluti það hefði verið nett, það hefði verið að tilkynna eitthvað í sambandi með Viðey, skilur það væri eitthvað svona hér opnar golfvöllur eða Vassarinnubutagarður eitthvað svoleiðis, já sammála því en það var ekkit, held ég í tengslu með Viðey, hvað það gera? ég var að kaupa þessar buxur það er strax svona á þröngar en já, einmitt en þetta er bara fínt maður það fer ekkit mikið í Viðey sko. Við fórum í Viðey held ég fyrra með krakkana og það var enda mjög gaman það var hérna góð dagur og svona en það var samt ekkit mikið að gera það bara fjöruferð í Viðey já, ég þarf að fara allt sem ég farið sko. það mætti einhvern veginn markasetta Viðey betur og hafa eitthvað þarna veit ekki hvað veitingastaði eða það þyrfti samt að vera það bara eitthvað svona reiki af ríkinu eitthvað, það er enginn að fara að opna veitingastaði við þig það er alltaf hægt að opna veitingastaði bara en hótel, miðbænum sko. sundlög já, sundlög reyndar getið gengið en það þyrfti að vera eitthvað svona Reykjavíkurborg að opna sundlög við þig eitthvað svona að bleða svo náttúrulega fylgta fornminnum hérna það var klaustur þetta byggja eitthvað klaustur sem væri veitingastaður já, en svo eru margir mjög brjálæðir af því að miðflokkurinn átti vist meira erindi að það vilja margir meina í þessa stjórn sko. Ertu búin að mynda einhver skoðun að þessu? Sko, Ari hefði vel verið fínanda líka sko. Simmi er okkar maður Simmi Davíð við elskum Simma já en þetta er svo fyndið að fólk er eitthvað að segja já, er eitthvað að fara í samflot með flokki sem vill fara í Evrópusambandi en þetta tengist því ekkert nei, við erum ekkert að fara í Evrópusambandi í borgarmálun þetta er bara spurningum einhverja já, við erum samt vill fara í Evrópusambandi já, ég held að samt það, þau eru ekkert að beita sig fyrir því í borginni svona raus, ég elska að fylgjast með svona raus á Facebook, fólk að koma Svali, hérna okkar kollegi hann var ekki ánægður með það hann var ekki að rífa kjáft á Facebook já, er hann samt ekki bara á tenni hvað er hann að skipta sér að þessu er hann ekki á leiðin í pólitík það er stutt í næstu kostingar ekki 2 ár bara í Alþingis og Svali Kaldalóns í pólitík hann var reyndar flottur í pólitík í hvað flokk myndur þú setja Svala? Kemið hann ekki óvart og væri bara svona 3. sæti fyrir miðflokkinu eða eitthvað nei, Svali fyrir miðflokkinu nei, mér finnst þetta maður sem er búin að upplifa alls konar hluti og flytja til tenni og sjá hvernig lífið er þar og miðflokksmenn ekki þar eða?
Jú, en ég er ekki búin að mynda með skoðum hvaða flokki hann er í. Hann myndi gera bara nýjan flokk. Útvarsmannaflokkin, það sem að hann var í fyrsta sæti, Heiðar Austmann í öðru og Sigga Lund í þriðja sæti. Já, það var í fyrsta Ási Kolbens í fjórða. Og Kolbarinn, sakna Kolbarans. Úr einu í annað maður. Já, en þetta er skemmtileg pæling, sko. Nei, er ekki bara glaðið meina meirihluta? Jú. Já. Jú. Mér finnst aldrei neitt breytast, það bara gerist eitthvað og einhver ræður og það gerist eitthvað byggt eitthvað og svo kemur eitthvað hús og eitthvað gata og Já. skattar hækka og lækka og maður er bara hvað, mæti vinna og ég veit það ekki. Auðvitað skiptir þetta máli og hérna Það verður að lofa einhverju. fyrir eftir hvað flokkur ræður og allt það. En I don't know. En þau eru búin að lasa eitthvað, þau eru byrjað að hefja samtal borgarlínuna eða eitthvað svona. Það er ekki verið að breyta, ég bara hefja samtal mögulega breytingu. Hvað þýðir það? Er það eitt símtal á einhvern? Já, það ekki. Já, örugglega sko. Kristrúnu eða? Kristrúnu. Mér finnst bara pínu skrítið, finnst ekki pínu skrítið að við erum svona að detti í þann aldur að fólk sem eru hvað borgarstjórar og forsætisráðherrar og er jafn gamalt okkur. Jú. Við Eða yngra. Við erum samt ennþá, þú veist ekki, ef við værum í þessum stöðum, þá værum við ungir í þessum stöðum. Já, Björg, Hildur og Einar eru öll eldri við, sko. Já, við erum á þeim gamlir í fótbolta árum, skilur þó að Messi sem þá spila fyrir eitthvað Inter Miami. Já, það er bara frí, skilur. Já, en við gætum faktist verið atvinnumenn í fótbolta. Við varum svona gamlir, við varum svona, þú veist, fyrirliðar og varum svona reynslan í klefanum og okkur svona. Við erum ekki áttið það gamlir, það er ekki séns að við sem atvinnumenn í fótbolta og við erum ungir í pólitískum árum. Ég var bara ekki að hugsa í morgun, ég veit ekki hvað ég var að hugsa. Já, það er alveg rétt við þér. Ungir í pólitískum árum. Ég sá bara ekki að Messi er að æfa núna 2 á dag af því að Argentína er að fara að keppa á HM í, næsta sumar? Núna í sumar, já. Núna í sumar? Já, það er HM núna í sumar. Já, þess vegna ætlum við að fá Hjörvar Hafliðin í sætti aðeins. Já, þess er Messi á fullu æfa. Messi er sko nákvæmlega 1 ári eldri en ég. Við höfum afmæli sama dag. Hann er 87 módel, ég er 88. Hann verður 39 ára í sumar. Það sem er stórt við þetta mót, þetta er bara síðasta móti sem þú séð Messi, Neymar og Ronaldo spila. En er Neymar það stórt nafn? Ég veit hann er stórt nafn, ég þekki hann þó ég horf ekki á fótbolta, en setur hann inn í kreðsuna Ronaldo, Messi? Nei, kannski ekki alveg, en svona í Suður Ameríku er hann huge. Hann er bara þjóðargersemi þar, sko. Og hann er alveg worldwide frægur, en hann er ekki svona Messi, Ronaldo. Ég myndi freka segja að þessi seinasta HM-ið sem að Messi og Ronaldo Nei, Neymar er að klára sem fyrir. Hann er rétt slapp inn í hópin. Ég veit það, en það er enginn að pæla í Neymar. Jú, allir í Suður-Ameríku. Já, það er 1 heimsálfa. Það eru 7 heimsálfa, sko. Já, en þú veist, hann er samt huge, sko. Og Prime Neymar er geggjaður. Svo bara álpaðist hann í PSG og þá bara meiddist og eitthvað. Sér það? Nei, en mér er samt að þú talar hinn á 2. Það er það hjúts að þeir séu líka hættar, sko. Þetta er senasta stórmótið að þeim báðum hættalega. Já. Þannig hann er með þessa eldri. Þetta er bara end of an era af þessu, sko, þessu dúói, þessari keppni. Ætli við fáum einhver tíman aftur svona dúó? Svona stóra... 2 stóra á sama tíma. Já, sem eru... Barcelona, Real Madrid, alltaf að keppa. Já. Nei, ég held að bara gerist ekki aftur. Það er svo ólíklegt með þér. Bara aldrei aftur, ekki eftir bara 50 ár, eða meðan við erum á lífi eða eitthvað. Ekki sko, nei, ekki svona menn sem að keppast svona mikið að og eru að ná þessum records. Þú veist, þeir eru ennþá það frægir að þú veist, börnin mín sem hérna eru bara pínlítil, þau tala Messi og Ronaldo. Þau eru ekki að tala Yaman Bobo, hana, gaurinn. Jamal, nei. Það er bara Messi, Ronaldo. Elmar er 6 ára í dag og hérna, til hamingju með hann. Takk fyrir það. Hann tala bara Ronaldo Messi, skilur. Veit ekki af hverju, hann er ekkert að horfa á. Nei, ótrúlegt. Það er ekki hægt að horfa á, held ég þá, bara nema með einhverju strími, sko. Já, er ekki ameríski fótboltinn, hann er væntanlega sýndur í sjónvarpinu. MLS. Ég sá eitthvað vídeo af Messi, ég veit ekki hvað ég fór mikið af Messi. Vídeó? Já, en ég sá Messi eitthvað labba hérna inn á leikvanginn hana í Miami og þetta er alveg hjúts. Hjúts leikvangur og bara stemming og blís í stúkunni og... Já. Amerikanarnir kunna að gera þetta, sko, þegar þetta er gert vel. Beckham á nú heiðurinn að þessu, sko. Hann á þetta lið. Og er búin að djöflast í þessu, byggja nýjan stadium og gera þetta flott. Netti búningar líka, leikir. Og er þá þetta lið alltaf að vinna alltaf því Messi í liðinu og svona?
Ég er nefnilega ekki mikið inn í þessu sko. En jú, þeir hljóta nú að vera framalega þarna sko. Hefur hann unnið ameríska bikarinn? Ég veit ekki, maður spyrja Hjörvar að þessu. Skrýta Það hlýtur að vera. Það segja skrýta Hjörvar ekki ennþá komið til okkar. Já, Okkar maður. Okkar maður, það er rétt. Herðu, úr einu í annað, það var að koma könnun sem ég rak augun í. Að einn af hverjum 2 mönnum, kallmönnum, trúa því staðfastlega að þeir gætu lent bara farþegaflugvél ef það væri háski. Ég er ekki einn af þeim. Ég er ekki einn af þessum mönnum. Nei, að þú ert líka litblindur. Það er ekkert með það að gera. Eða ekki? Þú mátt ekki vera flugmaður. Ég held að það sé bara einhver regla sem er sett á að því að það eru væntanlega einhver ljós á brautunum, einhver svona, farðu að rauðaljósinu. Græna. Já, það er bara, þú veist, það eru svo margir menn, kallmenn sérstaklega, sem haldaði geti bara reddað því. Bara eitthvað, það vantar einhvern veginn að flugstofnarklefan, hann er dauður flugmaðurinn. Já, ég græja þetta. Stýri, eitthvað. Ég gæti þetta því að ég var mikið í Flight Simulator sem barn. Ég þekki þröstirana og flapsana og ég gæti gert þetta sko. En ef það væri enginn í flugvélinni sem gæti þetta, þá þyrfti samt einhver að gera það í flugvélinni, segjum að það væri bara báðir dauðir, bara báðir flugmennir, þá þyrfti væntanlega einhver að taka í stýrið, eða ekki? Jú. Þannig að flugvélin myndi velja einhvern, þú þá, eða þú var í þessari flugvél. Já, við treystum Benna, en er enginn að tala við þig eitthvað svona... Jú, að sjálfsögðu, þetta er örugglega með það... Tókaði þetta, gerur svona, hæða þér! 700 takkar en það, þú veist, einhver sem segir, farðu og íta hann að taka, ok, gerðu þetta. Þetta hefur alveg gerst í lífinu. Aha, já. Hver er það? Að bara einhver taki stjórnina og er bara í eiranu með eitthvað, ég veit ekki hvað er, bara einhvern tíðan. Já, þú veist ekkert það, þú er bara að giska. Ég er að giska. Og sér líka með þessar hryðjuverkamenn, þeir læriðu bara á flugvélarnar í Flight Simulator. Nei, það er nú ekki rétt. Þeir fóru í flugtíma í Bandaríkjunum. En þeir byrjuðu á Flight Simulator. Já, og svo hefur við tekið viðtal með þess að við mannin sem kendi þeim sem fór inn í tvíbaraturnar og hann var að deyja úr samanskapið til að hafa kent manninum á flugvél. En þeir vildu bara læra að taka eitthvað á loft og valla að lenda og hann fannst það eitthvað svona skrítið eftir á. Það er ekki að læra að lenda. Já, það er mjög skrítið. Smá rautt flagg. Já, mjög rautt flagg. Hvað er alltaf að gera við þessa flugvél? Já, flott svona. Ég er bara góður, ég er góður í bíli. Nei, ekki eins og að setja dekki niður. Það gæti enginn séð þetta fyrir. Nei. En já, ég myndi treysta mér í þetta. Þetta er alltaf í blóðinu hjá mér sko. Af okkur tveimur þá myndi ég alltaf biðja þig að taka stýrið. Já. Þetta er svo að við erum að fara út að landa skemmt einhvers staðar, þá vil ég að þú keyrir sko. Mér finnst bara svo leiðilegt að keyra. Finnst einhverjum það gaman? Mér finnst það alveg notalegt sko. Ertu bara að keyra út á landi og ertu bara já, eða þú veist keyrandi og gaman og... Það var alveg gaman, ég man þegar maður var yngri og maður fekk bílpróf og svona, mér fannst það alveg gaman. Frelsistilfinningin, mannstu ekki eftir þessari frelsistilfinningu, maður fekk bílpróf og maður keyrt í önnu hverfi og farið á milli staða og... Jú, sko... Svo bara ógeðslega leðilegt, sko. Við fengum bílbræðinir saman, gamla druslu, svona Toyota Corolla. Í mannstæðinni. Mannstæðinni, hún var rauð. Já. Alltaf eitthvað vesen á hana reyndar. Og hann fekk bílprófið undan Hlinur, skilur, hann byrjaði á bílnum og ég mátti aldrei keyra hann, en einu sinni tók ég hann í leyfisleysi. Þá var ég ekki búin að fá bílprófið. Og keyri eitthvað svona, í Vesturbænum eitthvað svona. Varstu próflaus? Já, og tek svona harkalega beygju svona inn í KR og klessi á helvítis staur. En þú veist, klessi á staur þannig að ég klesti ekkert mikið á hann, þannig að það var ekkert bygla, en það kom svona, þegar staurin var gulur. Það var ekki staur, hvað heitir svona gult sem er bara svona keila einhver? Já, einhvers konar játndrasl og þannig að það var svona gulmáling sem fór á sko framan á bílinn. Strákar er svo heimski. Og svo kemur bróðir minn og bara, hvað varst að klessa á, hvað varst að gera? Gulmáling, nei, ekki, ég veit ekki hvað það tala sko. Lögst staðanum? Já, ég þorði ekki að segja að ég hef stólið bílnum sko. Ormsson. Já, þar færðu bestu sjónvörpun, Samsung sjónvörpun, þau færðu í Ormsson. Kranabíllinn.is, vantar eitthvað kranabíl, farið á kranabíllinn.is, sjáðu símanúmer og getið bara sendt e-mail og gert hvað sem er. Ég syns að þetta er Volvo, einn af bílunum er Volvo, grimmur Volvo. Ógeðslega flottu bíl.
Heimkaup.is, ég minni á Viking tilboðið, þetta bara á forsíðunni, hann eru Viking bjórar á góðu tilboði og þú getur annað fengið þetta sent heim til þín eða sótt þetta í mjóttina. Vel, sko líka namið frá Nova Sirius og poppið, súkkulaðipoppið, gjössanlega sturlað, en ég ætla að minna líka bara á 1 set bitana sem eru klassískir og góðir. Ef það er eitthvað fyrirtæki sem við elskum þá er það Pósturinn. Áreiðanleikin er upp á 110%. Já, senda, sækja, skila, þú getur gert þetta allt hjá Póstinum. Subway hefur fyllt mann svo lengi, ég Veit það. elska Subway. Það var margir sko samlokustæðir, eða svona já, komið og farið. Já. Subway hefur alltaf staðið vaktina og bræðingurinn þar er bara eitthvað til að, sko ég geti borðað bræðing allavega svona 4 sinni í viku. Þegar ég var í Ástralíu í draumnum þá borðum við Steindi Subway 6 daga í röð. Vá. Orkusalan, fáðu ykkur rafmagn frá orkusölunni, hvort sem að sé í húsið ykkar eða í rafstöðun ykkar. Þið getið gert þetta allt saman á orkusalan.is, tekur innan 2 mínútur. Já, maður er náttúrulega sko, við gerum þetta rosa mikið líka þegar við vorum yngri, að taka bíla próflausir og keyra á þeim út allt og eitthvað og ég hugsa stundum baka bara, hvað var maður að pæla? Já, þetta er bara svona... Við enduðum með þess að einu sinni framan á bara D.V.A.F, bara dagblæðin D.V.A.F. Okay. Þá tókum við 2 bíla í leyfisleysi og vorum að spinna niður í skeifu í svona hliðagötu þú skal spinna Já, svona... svona manna hvort annan og svo vann einhver skilur Já. Svo kemur löggan og annar bílinn bara brunar í burtu og við hinnir sitjum eftir og hún er ekki að tala við okkur en eldir svo bílinn sem brunar í burtu og sá bíl bara endar að köku keyra inn í eitthvað hús bara ekki nóða einum bara bílinn bara rústaðist og bara beint á húsið og strákarnir út í bílunum bara Skelfilegt alveg. Já, þetta endaði bara forsíðan á D.V.A.F. Er þetta að finna þetta eitthvað staðar? Já. Ég Er mynd af þér eða? Nei, ég var ekki í bílnum sem að keyrði á húsið. Ég var fyrst í honum, svo fer ég út úr honum Vá, heppin. inn í hinn bílinn og ég man að ég sat í bílnum sem keyrir á húsið áður en að ég fyrir úr honum þá sat ég þess að beltislaus maður heldur náttúrulega að maður sé ódrepandi þegar maður er veist, Ungur. 16 ára gaur sko. Já, Ég gleymi líka ekki, við fórum eins og þá vorum við ekki með bílpróf fórum við inn í, ég var maður fekk svona bráðabyrja skírtinni Já, svona blað. Já, við vorum með það og fórum inn í Hvalfjörð og ég ákvaði einhvern veginn, ég var farþegi að fara út úr rúðunni og sitja svona í gluggakistunni og með hendurna svona á þakinu og svo voru við bara Svona eins og Sveppi var að gera í draumnum. Já, nákvæmlega. Hvað heitir það þurr? Drifta. Hang út. Já, við vorum ekki að drifta en ég hékk út úr glugganum Já, og fyrir einhver tilviljun þá var lögga inn í Hvalfirði sem bara stoppaði okkur og bara tók mig inn í bíl og þetta var svona eldri lögga, hún er verið svona 50-60 ára eða, já, þetta var svona já, eldri löggukall og svona ung lögga með honum og hann satt bara svona og ég var bara í þögninni í svona 2-3 mínútur Þú ættir að skammast þín bara. já, sem og ég gerði hann var í sjokki sko. En hvað gekk þið til? Varst þetta Ég kúl veit- eða já, var það þetta var- kikk eða hvað? já, bara einhver heimska sko. Já. bara að prófa eitthvað, vindurinn og nú er maður alveg 2 stráka sko. og það, ég hræðist þetta í þeim sko. Já, svona Daredevil. Já. já, maður er fann að sjá þetta strax sko. þeir voru til dæmis í gær Eysteinn og vinnir hans og ég vissi ekki alveg hvort ég átt að stoppa þetta eða leifis að gerast eða má þetta, já, þetta er þetta meiga þá voru þess að fara upp á bústafi og taka strætó að Grímsbæ út úr strætó, inn í næsta aftur, tilbaka, Er inn í eitthvað næsta því? nei, örugglega ekki, en þeir eru náttúrulega bara 8 ára sko. Og meiga þeir ekki farið strætó? jú, en þetta er bara nýtt fyrir mér þetta er bara fyrsta barn og ég veit Í ekki versta fallið þá bara endaður einhverstaðar í Jörðarholti og hann lætuði vita að ég er einhverstaðar. Já, hann veit já, ekki en hvað hann voru ekki einhver svona reglur þegar maður var yngri eitthvað, það má ekki fara út úr hverfinu Eysteinn er ekki að fara ná hlem 8 ára gamall Nei, það er gróft. já, það ekki Þið þurfa að stoppa þetta, held ég sko. já, þú heldur það, þú ert ekki alveg viss Nei, ég er ekki viss. Nei, Ég er líka bara að upplifa það að ég er 6 ára barn og að hleypa honum út. Við erum svona, býttu, hvað svo langt í burtu má hann vera, skilur við? er enga reglur svona í Vesturbænum það er svona óskrifaða reglur þar sem ég bý svona hvert krakkandi mig að fara
Er það ekkert í þínu hverfi eitthvað svona? Kannski, ég veit Farið ekki yfir hringbrautina og yfir í gamla Vesturbæin eða þið farið ekki niður í miðbæ eða þið farið ekki diggiti. Já, ég hef bara eins og segi, hvenær fær maður þessa reglubók í hendunar? Er ekki þegar þú komur í skóla? Það var bara eitthvað svona óskrifu regla þegar ég var í Fossvoginum allast upp að þá fóð maður aldrei yfir bústaðvegin og yfir í hitt hverfið. Já, það er sem alveg sama með hringbrautina, þú fórst ekki yfir hringbrautina. En það var alltaf vesen fyrir krakkana sem bjuggu hinum yfir hringbrautina í 101 að fá aldrei að fara hinum. Já, yfir á Melana og KR og stemninguna, sko. Já, það er miklu meiri stemning þar. Það er sjálfsögð. Nei, en nú er til dæmis þessi regla bara búin, sko. Nú er Eysteinn bara, hann fyrir bara yfir hennar bústafi eins og bara ekkert seðlera, sko. Já, hvað er hámarksæðin á bústaðveginum? 40? Já, það er svolítið mikið. Mikið? Já, það var 30. Nei, fjandinn, 30? Það er alltaf hægt. Mér finnst bara þegar maður orðið þetta gamal og á þessu börn, þá finnst mér að allir að gera hægt. Já, í hverfum. Já, ég sammála því, sko, en 30 á bústaðveginum aðeins og hægt. Ég það leiðilegur að bara þegar við byggum á Framnesveginum að ég var farin að reyna að pródúsera að fara hraðahindrun fyrir framan húsið. Segir þú ert alltaf í raskatinn og næsta bíl stórhættilegur? Það er annað. Nú? Að við raskatinn og næsta bíl. Ég er ekki að keyra hratt, ég er ekki að keyra eins og brjálæðingur. Það getur í batni þeim bíl og allt er snar hemlar sá bíl og þú klessir aftan á einhvern krakka, sko. Nei, þetta er nú aldrei það nálægt, sko. Þetta er drullu nálægt. En ég bara þegar maður er farin að biðja hraðahindrun. Já, það er svolítið miðaldra, sko. Miðaldra, það er alveg rétt. En ég fekk hann ekki að því að það er einhverja reglur varðandi hraðahindranir og hvað maður getur bla bla eitthvað. En nú þekkir þú Hildi persónulega, getur hringt í Hildi og bara kippt í spotta. Já, Hildi mín, það er fínt að fá þarna hraðahindrun hérna. Já, nema ég keyri aldrei lengur að þetta skiptir mikið máli lengur. Hvað er þetta? Þetta er bara Framnesveginum, skilur, ég fer aldrei þar. Já. Beigi alltaf í staðinn. Já, heldur að það virki eitthvað svona, heldur að Hildur myndi hlusta ef maður myndi hringi í hana og eitthvað, ég var til að laga hana rólóvöll hérna í Fossvoginum, þetta er ekki bóðlegt. Já, fann að minn, við sendum einhvern í þetta. Heldur að skipti máli að þekkja borgarstjóran persónulega? Ég held að sé hjálpa alveg, sko. Ég held að sé mjög gott fyrir mig, verandi í Vesturbænum, að hún búi í Vesturbænum og er með börn í Vesturbænum. Heldur að hún muni þá sinna Vesturbænum meira en til dæmis bara Breiðholtinu, Fossvoginum, Árborg? Já. Ég elskar að þú segir bara já með svo ekki eðlilega. Við vorum í borgarstjóra í 10 árið eitthvað, hvað var Dagur B. lengi sem er nú alveg upp í Breiðholtinu. Það var ekki alltaf að gagnrýna Dag fyrir að hafa byggt bara eitthvað svaka flott plan bara fyrir utan húsið sitt. Jú. En heldur hann hafi verið að gera það? Eða það hafi bara verið í deiluskipulagi í borginni og fyrir tilhulun þá býr hann það? Eða heldur hann hafi verið eitthvað minn okkar að gera torg hérna fyrir mig? Nei, hann er ekki vondukall, sko. Nei, Dagur er góður, flottur, sko. Nei, ég meina, þú veist, Óðinstorg var bara viðbjöður. Þetta er ekki Óðinstorg, jú. Það var bara bílastæði og viðbjöður. Þetta er rosalega flott í dag. Já, maður heyrði oft þess að gagnrýna eitthvað. Hann er bara að byggja þetta fyrir sjálfan sig. Sérð hvað spillingin nær við það. Dagur B. hefur fengið helvíti mikinn skít yfir sig. Ekkert eðlilega mikið, sko. Já. Það er svona dæmi borgarstjóra sem bara, það er allt honum að kenna. Já. En ef maður kafa kannski í það, þá var hann bara fýtt borgarstjóri, held ég, sko. Vildi bara gera vel fyrir borgina. Ég ætla að kann vel við Dag svona persónulega, sko. Já. Skemmtilegur, sko. Ég er gaman að hann, sko. Er einhver af þessum pólitíkusum sem við hefur verið að hitta í gegnum tíðina, við hefum mikið verið að gera grína þessu leiði og fá þau í alls konar, sem hún kann bara svona illa við, bara, hann eða hún er leiðileg. Já, þetta er bara Nei, þarf ekki að segja nafnið á viðkomandi, en bara svona, er einhver að þú hugsa um Alþingi eða borgina sem bara Já, það var eitt sem við hittum einhvern tímann sem ég fannst leiðilegur. Er það? Já, ég bara séð hvað hann er leiðilegur. Ég er nefnilega man ekki eftir einum leiðilegum. En hann er ekkert eitthvað svona frægur, sko. Hann var bara svona eitthvað Ég væplast. held oft, sko, að fólk sem fer í pólitík sé líka með einhvers konar svona athyglis element í sér. Þú veist, svona einhverja þörf fyrir að koma fram. Já. Nema þetta er svona dúllu, sko, í upplýstundum Alþingi þetta er svona dúllulúðar svona sem vilja einhvern veginn vera eitthvað svona, já, ég er á Alþingi en já, svona dúllulúðar. Ég kemur svo ekki í rétt orð. Er þetta krakkarnir sem að voru ekki ábyrrandi í sko svona menntaskóla félagslífi? Jú, örugglega, sko. Jú, ég meina Hildur og Björg voru ábyrrandi í því. Þetta er svona félagslega oft svona, já, þeir félagsfærninir fín, sko. Það er gaman að tala um fólk sem er á til dæmis Alþingi. Já. Jens Garðar.
varaformaður sjálfstæðisflokksins. Hann er skemmtilegur. Já, hann er toppmaður. Hann er mjög skemmtilegur. Hann er svona nýr. Inga Sæland. Já, Sér þetta fólk, þetta er allt skemmtilegt fólk, nema þessi maður sem ég er að tala um, sko, sem ég segi þið bara eftir, sko. Ég verð að vita hvað þetta er. Já. Viltu segja flokkin eða? Nei, þá gef ég helviti mikið upp. Nei, til dæmis bara eins og vinur okkar, við töluðum hann áðan, Sigmundur Davíð. Það er endalaust verið að hraun yfir hann eða hrósunum. Hann fær svona annarkvæmt bara mjög mikið hrós eða mjög mikið heit. Snorri Másson líka. Já. En svo er þetta topp menn þegar maður er með þeim. Bara dýrka þá, sko. Já, Frábæri, flottastir, sko. skemmtilegir, sko. Já. Og maður getur alveg dýrka manneskjuna en verið kannski ósamanlega því sem hún er að segja. En mér finnst oft svona stemmingin vera að fólk fyrir svo mikið í svona bara skotgrafir. Ég hata hann með hana þól ekki Þorgerði Katrínu. Ekki að fá Dag B í spjall. Mér langar svo bara svona vita hvernig hún líður. Af því að hann fæði svo mikið skítið við sig. Elsku kallinn, sko. Já, ekki að fór nú svo langt hérna bara tímabili, hann fekk eitthvað sjálfsofnæmi greiði gaurinn og bara bara af álægi, sko. Hafa líka reynt að skjóta húsið hans. Glema því, sko. Já, ég ætla ekki að hlæja því, sko. Nei, en það er helviti gróft. Þorgerður Katrín, það er annað dæmi bara ógeðslega skemmtileg kona. Já. Þó maður sé ekki alltaf sammálinni. Nei. Mjög skemmtileg. Hún er skemmtileg, það er gaman að henni. Var ekki til að fara í matabóð til Þorgerðar? Jú. Og svona handbolta mamma. Já. Pældi að vera alveg upp á Þorgerði. Hvað myndi hún bjóða upp á? Gísli bara átti engan séns, hann bara þurfti að vera bestur í heimi í handbolta. Já, pappans líka alfameil. Já, það kemur ekki frá honum, sko. Það er Þorgerður, sko. Nei, hún var atvinnumæður í handbolta pappans. Ég veit það. Hún var bara eitthvað í handbolta, eitthvað dúllast, sko. Ég veit það, en hún ólan uppskil og þau bæði. En heldur að hún hef einhvern mann leyft honum að sleppa æfingu? Nei, þú ferð á æfingu. Þú klárar þetta, þú skráðir handbolta, þú mætir æfingu, Gísli, forða mig. Gott uppeldi. Hún hefur verið góður uppalandi, held ég. Frábær, sko. Hvað myndum bjóða upp á? Þorgerður, eitthvað svona leðrætt, fisk eða eitthvað. Dregur hana upp og neglir henni niður strax. Já, ég held að Þorgerður sé ekki góður svona gestgjafi með mat, sko. Jó, ég held að. Hún er skemmtileg, en hún var ekkert með eitthvað nautalund í truflisósu og rauðvín og eitthvað. Það var eitthvað fiskur og sódavatn eða eitthvað. Nei. Ég held hún væri með eitthvað góðar lambakótilettur. Ég var, sko, matalega séð þá var ég meira til að fara til Ingu Sæland, sko. Hún myndi vera með svona sloppy Joe. Það væri fiskur. Jú, alinn upp á Ólafsfirði bara stöppuð ísa í öll mál, sko. Manstu við buðum Ingu Sæland út að borða. Hún var ekki að fá sér fisk, sko. Nei, ekki þegar hún er boðin út að borða. Hún var að negli í sig túle og hún fekk sér, sko, hamborgara. En þú veist að maðurinn hennar eldar aðalega, sko. Hún sagði það. Já, heldur hans að gera fiskandinni. Alveg bara. Þetta er allt með þetta fólk sem elst upp út á landi í svona sjávarþorpum. Það borða svo mikinn fisk. Það er svakalegt, sko. Ég veit það ekki, sko. Jú. Nei, ég heldur allir gangur að þið, sko. Ég man bara amma og afi sem bjuggu á Ísafirði. Þau borðuðu svo mikinn fisk. Það var alltaf fiskur í maturinn þeim. Það er alltaf kynnslóðmunur, sko. Ég held að jafnaldrar okkar sem eru aldrei segjum bara, ég veit ekki, bara einhvers staðar á Neskupstaði eða eitthvað. Ömurlegt dæmi. Við ætla að finna hvað fjörður, svona fiskifjörður. Bara allir firðir eru fiskifjörður. Nei, það er svolítið að breytast, sko. Já, ég veit það, en þú veist. Nei, ok, ef ég tek bara dæmi bara um Eskifjörð, ég er þar öll sumur. Fólk er ekki bara fisk þar bara daglega, sko. Það er bara basic matur þar í boði, sko. Já, en þetta er líka spurningum bara hvað sko var, það var miklu meir í boði hérna í bænum, sko. Það var meira kannski af einhverju svona lambakjöti og... Veistu hvað, ég er spenntið fyrir. En mér langar að, já. Nei, fyrir ekki, heldur hann. Mér langar líka að spyrja það, sko, að köttaðist úr síðasta þætti, vorum við bara að tala um hamborgara. Besti, þinn fullkomni besti hamborgari. Á ég að fara að segja einhvern hamborgarstað á Íslandi, eða? Já, bara hvernig, þú veist, sjoppuborgari. Hvernig er sjoppuborgari fyrir þér? Já, sem er í svona álpapír og svona steiktur og svona bara svona sjoppugrilli og bara með miklu kryddi og ég elska það, sko. Mér finnst það frábært. Ok. Og finnst þér grillar, viltu fá brauði grilla líka? Eða var brauðið bara að vera allur gangur á því, sko. Mikið seasonal, vel steiktur, mikið af sósu, iceberg. Já, bara svona, ég veist að ég pæla ég ekkert í því, sko. Ég bara svona být í hann og þetta er gott. Já, ég er alveg með nokkar staði í huga, en ég veit þú vilt ekki að ég nafngreini þessa staði. Jú, ef þú vilt endilega gera það, þá gerur það. Gullnesti.
sjoppa hérna í Reykjavík. Já, það er svona heiðalegir hambúrgarar, algjöru sjoppu. Geggjaðir, sko. En hefurðu prófað að grillaðar hambúrgara heima og setja hann í álpapír og bjóða upp á hann? Maður kom annað sjátt á frábæran sjoppuborgara. Þetta er svona matavagn fyrir utan húsasmiðin og Blómavall. Vá, random. Já, þar fór ég daginn og Eysteini langaði í hambúrgara og það er bara svona mjög heiðalegur svona sjoppuborgari. Já. En fyrir ekki, þú ætlaði að segja hvað? Nei, ég man það ekki. Ég er bara að tala um hvort þú hefði prófað að setja hambúrgaran í álpapír. Ég fór í barnaafmæli daginn hjá bróðum mínum með mitt og þá sett hann keypti svona álpapír eða svona, alveg eins og er Svona blátt á litinn og svona. Ég man ekki hvernig á litinn og pakkaði sinn og grillaði hambúrgaran undan alltaf og pakkaði sinn og svona og það var bara, leið og ég fekk hann í þessu þá var hann bara shop. Já, ég oft hugsa þetta. Þú voru að spyrja Hlyn hvað hann keypti þetta. Því mér langar bæði að eiga þetta og svo langar mig að eiga, þú veist, sem er utan pulsurnar sem þú færð á. Já, brefin hann. Já. Ég var upp í KR-heimili daginn með þér, einmitt. Og sá svona til hliðar. Það var fullt af þessu pulsubréfi. Ég hugsaði, ég taka þetta bara. Ég er bara að stela þess að sjálfstæðslóknum. Er þetta ekki bara bökunarpappír búið að klippa hann eða? Nei, ég er að tala sko, sem er utan pulsuna sko. Þetta er mert og allt sko. Þetta er bara svona logoið og... Já, mert þá framleiðandarum? Já. Það sko, og það var bara sko, það var heilt kassa þá færði þetta bara þar? Heilt kassa á þessu. Mér langaði smá að stila sko. Ég meina Sveppi, hann tekur alltaf setur alltaf brauðin í álpapír og inn í opn og það er eins og eitthvað magic gerist þar sko. Sveppi gerir mjög góða pulsur, hann má eiga það. Já. Mjög góðar sko. Já. Ég man ekkert hvað hann gerir við þar, hvort hann sjóði þær í potti. Jú, hann gerir það. Já, voru það svoðanar? Hann var ekki að grilla þær sko. Nei. Það er annarkvort eða sumir endar setja í örbylgjófn. Mér finnst það eitthvað off. Og dóttir mín borðar bara kalda pulsu. Já, bara ekkert elda það. En þú veist, hún er bara hituð, hún er alveg elduð. Já, þú veist, það eru eldar á staðnum, skilju, þetta er alltaf reykt sko. Ég held reyndar að ég myndi aldrei segja þetta að þetta er bara einn minn uppáhaldsmatur, það er grilluð íslensk pulsa en nú er búið svo mikið einhverjum vorhátíðum og uppskýruhátíðum í íþróttunum og krökkunum og svona, ég kom með algjört ógeð af pulsum sko. Já. Ég bara beiti pulsu fyrir nokkrum dögum síðan og ég hugsaði að þetta er bara mín seinasta pulsa í sumar sko. Ég get ekki með sko. Nei. Það er eitthvað að vita reykta bragð, ef þú borðar þetta of oft þá færðu algjört ógeð sko. En svo eru komin svona margar tegundir af pulsum, skilur, þannig að þú ert nú góður í því, fari í chili-pulsuna og... Cheddar, ostapulsan. Já, alls konar svona kjaftaði. Frá einum ónefndum aðila. En setur það í brauð? Já, þú getur gert bara dífa í sósur? Getur gert bæði. Ég veit þú getur gert bæði, en ég var að spyrja þig. Já, ég hef gert bæði. Ég hef bæði bitið í hana og ég hef líka sett hann í brauð, sko. Já. En mér finnst betra að setja pulsur í brauð, sko. En já, það er bara en ég ætla að finna eitthvað nýtt í sumar til að grilla ég veit ekki hvað að vera fór einmitt í bónus bara í gær því ég var með matabóð og hugsaði hvað á ég að grilla maður tjúvöldin þetta, ég kom ógeða svo öllu en ég grillaði bara kjúklingabringur Já, það er alltaf gott maður svo lengi sem að þú grillar ekki of lengi sko. Já, bara maður er með kjötitamæli í þessu Já, ég er að vinna með það að splitta bringun í tvent Já, bara það bara stitt já, bara í tvent, þannig að þú komið 2 sneiðar skilur Já. Og grillaði bara stittra skilur Það er gott og það er ekki bara betra að gefa börnum þannig litla bita skilur Marin er þetta líka, það skiptir máli en mér er bara svo erfitt þú tekur svona kjúklingabringu svona butterflyerana eða hvað þetta heitir að vita þá hitast í inn í henni Nei, það eru þykkar skilur þannig að þetta er bara svona þykkt skilur og þess að setja bara mælinn í það Já, þú getur bara að prófa þetta Já, kannski testa þetta í kvöld Já, heyrðu, við þökkum kærlega fyrir okkur í dag Þetta var gaman að vera með ykkur Já, gaman að vera með þér líka Heyrðu, ég var að spá í með þetta þarna Getur þú rétt mér þetta? Hvað? Sem að þetta kottaver hana Ég var að spá í hvort þú maður að gefa þetta Nei, það Fyrir þá sem er að horfa, þá getur við séð hérna Við ætlum að, ég gerði þetta fyrir liveshowið Ef ekki að bjóða þetta upp á næsta liveshowið Jú, ef við gera það frekar en að vera að gefa það núna bara á netinu, Instagram eða eitthvað. Þú getur tísað á þetta, eitthvað svona. Já, við þarfum að sjá hvort að myndavélin, það fyrir alltaf mynda þér núna þegar ég er að tala. Ég skil ekki hvað það er. Já, hann er það.
Þannig er ég komin. Þetta er Óli. Kottaver. Já. Hann veit ekkert af þessu sko. Nei, ég ætla að segja líka, ég ætla bara svona rétt í lókina hérna að tala ég er spenntur fyrir sumrinu, komast út úr þessu stúdíói og ferðast landið og hitta fólk. Þannig að ef það er einhver utan á landi sem vill fá hlaðfréttir í heimsókn, veitingastæður eða hótel, hvað mennur þau? Bara geta að fara að stóla á það. Við bara erum að fara í útilegu með börnunum. Ég vilt ekki hitta einhvern. Jú, ég hitti bara fólk á leiðinni. Ég ætla ekki að fara að pródúsera einhvern hitting. Nei, ég er bara að segja ef það er einhver sem vil bjóða okkur yfir í bara vöfflur Já, svoleiðis, já. Já, bara gaman að hitta einhverja meistar út á landi. Fiskisúpa á Dalvík og... Fólk út á landi er betra en við sem búum í Reykjavík. Ég hef alltaf sagt það og ég stend við þetta. Það er heiðarlegra, það er jákvæðara og bara betra fólk sko. Betur gefnara. Kannski ekki endur að betur gefnara. Það er bara svona já, bara lifir einfaldara lífi sko. Það gerist alltaf eins hægar út á landi sko. Takk fyrir sæl.